Vinir, nýr dagur, nýtt uppaf og enn fáum við tækifæri til þess að lofsyngja Jesú vegna þess að Jesú er með augun á þér. Hann fylgist með þér og hann kallar, komdu til mín. Í dag er 11. desember, jólamánuðurinn. Ég veit ekki hvernig þú ert stendur í deginum. Kannski ertu upptekinn við eitthvað allt annað heldur en Jesú. Kannski ertu upptekinn við áhyggjur, já. Það er ekki gott að vera upptekinn við áhyggjur, en sumir eru þetta. Þeir sjá ekki fram á það að geta haldið jól, horfa til hjálparstofnanna eftir matföngum og öðru slíku. Það er náttúrulega slæmt ef svo er. En við þurfum ekkert að vera svo upptekinn af þessu, auðvitað þurfum allir að borða. En hvað mikið er umleikis á jólaborðinu, er allt eftir því bara hvað við viljum. Við getum átt yndisleg jól þó að sé svona aðeins fátæklegra heldur en hefur oft verið. Við getum samt átt yndisleg jól. Við getum bara þjappað okkur betur utan fjölskyldun okkar, börnin okkar, makan okkar. Þá eigum við yndisleg jól. Og við erum kannski með áhyggjur yfir því að okkur finnst við ekki geta að gefa börnunum nógu glæsilega gjafir. Ég trúi því að börnin verði glöð yfir því að fá bara einhvað. Við þurfum að útskýra fyrir börnunum hvers vegna við getum ekki verið veglegri í þetta skiptið. Og þau skilja það ef það er rétt bara farið af því. En umfram allt þá eigum við Jesú og hann er að tala til okkar á þessum tíma sem aldrei fyrr vegna þess að það er þrengt að kirkjunni með ýmsum hætti og óprúttnir menn er að notfæra sér stöðuna sem hefur verið þar uppi til þess að gera ýmislegt, en þeim mun ekki takast það vegna þess að Jesús er yfir og við erum biðja fyrir framgangi kirkjunar og hann heyri bænir. Jólin minn okkur á það að kirkjan er komin til að vera, ýmislegt annað mun hverfa en kirkjan stendur áfram með sitt orðið. Jesú er yfir og hann dó í minn og þinn stað. Hann vil að við munum eftir þessu á jólunum vegna þess að hann er sá sem að Biblían segir að vera. Hann segir okkur sannleikann og hann hefur erindreka á sínum agri sem eru þá með þennan sannleika og vörum, flytja ekki sjálfa sig heldur Jesú og þannig kvikna líf, þannig viðhelst líf í mannheimum og bara þannig viljum við taka við þessu. Viljum við gera þessum jólum þar sem við minnum okkur á tilgangin, að það var Jesús sem kom til að bjarga heiminum, bjarga mér og þér. Og hann gerði það, ég þarf bara að segja já við honum, en meira á morgun.